Brekkukotsannál, 32. kapítuli. Stjórnmálafundur í Gútemplararhúsinu. Rakarafrumvarpið. Legðu upp á mig höndina, Álfgrímur. Það var sama sagan á hverjum degi upp frá þessu, óðar en ég var komin heim úr skólanum. Og ég gekk inn í kómentuna í síðdegiskyrðinni, lagði upp höndina á konu þessa og sendi henni straum. Konan tók ævinlega við sér með réttum skjálfta. Eins og þegar sagt var bót sú konan fékk á heilsu af strauminum, bæði sálræn og yfirnáttúrleg, að sjálfrar hennar dómi, og svo bónda hennar og þeirra lækna og heilsufræðinga annarra næstir stóðu þeim hjónum. En vísindamenn sem telja innvirðulega beinin í hundinum, en draga sálina í efa með því eignarheimild hennar verði hvorki dæmd á hendur mönnum eftir notarialvottorði né þvagprufu, þeir mundu ef til vill hafa verið á annarri skoðun. Hvað það? Ég ætla að skjóta því hér inn með ég man að á einum góðum veðurdegi vorið reistu þau sómahjón á brott frá Brekkukoti, konan óstudd og allhress, bóndi hennar viðurkenndur forgangsmaður í sálrænum efnum í höfuðborg landsins tilvonandi, ófreskur maður og djúphyggjumaður, spásagnarmaður, huglæknir, lærisveinn meistaranna og ég man ekki hvað fleira sem þá var að komast í móð, og farinn að skrifa andlegar hugleiðingar í blöðin, auk þess sem hann var kominn í ný föt, ný af nálinni, meira að segja sokka. Í fyrsta skipti ég hafði lagt upp hönd á konuna, var mér ekki ósvipað innanbrjósts og manni sem tekin hafa verið hús á honum. Við endurtekningu daginn eftir varð ég kannski enn hissari á konunni og enn fjær því að skilja sjálfan mig. Á eftir sótti sú spurning á mig, hvor væri fíflið, ég eða konan, og mér var hætt að standa á sama. Þetta var rétt fyrir bæjarstjórnarkosningar og það var borgarafundur í Gútemplararhúsinu. Rakarafrumvarpið var á dagskrá eins og fyrir daginn. Ég var ekki vanur að skipta mér af stjórnmálum, en einhvern veginn slæddist ég nú þarna inn og fór að hlusta á mál manna. Rakarafrumvarpið hafði lengi verið mjög viðkvæmt mál í bænum. Það var deilt hvort leyfa skyldi rakarastofur yfirleitt og ef svo yrði gert, hverjum takmörkunum skyldu þær þá háðar. Átti að þolast í bæjarfélaginu að rakarastofum væri lokið upp á morgnana klukkan 6 eða 7 og síðan haldið áfram að raka fólk þangað til miðnætti. Eða átti að finna einhverja hæfilega upplúkningarstund í kringum dagmál og ákveða síðan með reglugerð einhverjar skynsamlegar hættur að kvöldi. Það var búið að knýja málið lengi
þegar ég kom á fundin og enn voru margir ræðumenn á biðskrá. Salurinn var þétt skipaður fólki, svo ég var að standa fram við dyr. Húsasmiður nokkur var að halda ræðu, virðulegur í framkomu, með stórt yfirskegg og álítið málstyrður eins og margir greindir menn. Hann sagðist líta svo á að það væri ósiður að raka sig á morgnana og sér fyndist ekki rétt að koma almenningi upp á það. Hann taldi að rakstur væri þess konar tilhald sem menn leyfðu sér þegar þeir færu á samkomur eða í gestaboð, svo ungir menn þegar þeir færu að hitta annað ungt fólk og skemmta sér með því á virðulegan og viðeigandi hátt. Og þó einkum og sér í lagi siðugir piltar sem væru opinberlega trúlofaðir og færu að hitta unnustu sína, við skulum segja einu sinni í viku. Hann kvað slíkt tilhald ekki eiga við þegar maður væru að vinnu sinni á daginn. Skoðun hans var sú að úr því opinber skeggrakstur væri leyfður illu heilli á annað borð, þá ætti að takmarka sig við kvöldrakstra, til dæmis á milli klukkan 7 og 8 á kvöldin, og miða þá einkum og sér í lagi við menn sem væru að fara á opinberar og viðurkenndar skemmtanir haldnar með leyfi bæjarfógeta. Væri þá ekki ósanngjarnt að krefjast af þessum mönnum að þeir sýndu skilríki fyrir því að þeir hefðu ekki hentugleika til að raka sig heima hjá sér. Næstur þessum vóð upp að púltinu skeggjaður maður, fyrrumbóndi í Flóa. Hann hafði keypt sér borgarabréf og gerst nýlenduvörukaupmaður inn á Laugavegi og tilþrifamaður í bæjarmálum. Þessi ræðumaður hélt því fram að það bæri vott leti og ómennsku nútímans menn lömmuðu sig inn í rakhús miðja daga og hengju þar, lon og don, að bíða hver eftir öðrum og eyddu svo tímanum á lastverðan hátt, oft með óþarfa geipi og ábyrgðarlausu flými samborgara sína. Samfara tilfinnslusemi og nöldri út í bæjarfélagið, til þess síðan að kasta út reiðu fé sínu í slæpingja sem sig nefndu rakara. Hann sagði að Gunnar á Hlíðarenda hefði aldrei látið raka sig, né aðrir fornmenn, nema þeir sem voru með þeim ósköpum fæddir að þeim óx eigi skegg, svo sem Njáll bóndi Þorgeirsson að Bergþórshvoli. Hann sagði að þeim mönnum sem vildu tolla í tísku í þessu efni ætti að vera nóg að raka sig einu sinni í mánuði og væri þeim vorkunnalaust að gera það þegjandi og ljóðalaust, hver hjá sér, án þess að kveðja til óvarðandi menn úr borginni. Skeggrakstur væri einkamál sem hver og einn ætti að eiga við sjálfan sig í leyni.
í hæsta lagi fá konuna sína til að hjálpa sér ef þeir veru skjálfhentir, en eigða ekki fé og fjörfi í fyrirtæki þar sem öngva sér staði. Næstur kom upp á pallinn svarthærður innmyndur maður sem brúkaði upp í sig og japlaði mikinn og spýtti allt í kringum ræðustólinn. Hann var maður vel málifarinn en dálítið æstur. Hann sagðist ekki vilja lifa lengur hér í bænum ef hann væri ekki frjáls að því að fara hvort heldur væri á nótt eða degi til handiðnamanna og biðja þá að vinna fyrir sig gegn gjaldi þau verk sem hann vildi af þeim kaupa. Hann sagði að það mætti eins banna læknum að hafa opið hjá sér á nóttinni og skeggrökrum. Hann sagði að það veri eins og hvern lygi að Gunnar á Hlíðarenda hefði safnað skeggi og skoraði á síðasta ræðumann að sanna þá fullyrðingu sína með notarialvottorði. Enginn vitiborinn né heilbrigður maður hefði nokkurn tíma safnað skeggi. Sú vinna væri ekki til að skeggið flæktist ekki fyrir. Skeggi söfnuðu ekki aðrir en skeggsárir menn og við þeim kvilla væri ekki önnur lækning en sú að taka í skeggið á þeim og draga þá aftur á bak og áfram á skegginu allan bæinn. Fáir menn eru jafn nauðsynlegir í þjóðfélaginu eins og þeir sem raka skeggamönnum. Í fornöld var eitt og sama embætti að vera rakari og læknir. Þessir menn rökuðu ekki aðeins af mönnum skegg, heldur stungu á kýlum og skáru af æxli af því þeir höfðu svo góða hnífa. Allir almennilegir menn raka sig daglega. Það er góður síður að koma til rakarans og tala við samborgara sína landsins gagn nauðsynjar meðan hver bíður eftir að röðin komi að sér. Og því fé er vel varið sem fer í rakaran, hvort heldur er á nóttu eða degi. Þar næst tók til máls horaður maður með gult bókfells andlit, klæddur í prins Alberts frakka, lonjettur og geysiháan flibba. Hann héldi fram að þó lækningar og skeggrakstur hefðu átt skylt fyrr á tímum og að vissu leyti mætti segja að skeggrækstur væri lækning við skeggi, þá væri það í eðli sínu tæplega siðferðilegt, kristilegt, ellir í samræmi við sósíalismann að hafa annan mann til að stjana undir sér á slíkan hátt. Slíkt er í raun og veru að gera annan mann að þræl sínum eða minnsta kosti skósveini. Svo löðurmannleg þjónusta er lítt sæmandi og hvorum aðilja sem er, hvorki þeim sem þiggur né veitir. Þjónusta af þessu tagi á hvergi við nema innan fjölskyldunar. Það er alveg rétt, menn eiga ganga rakþaðir. En hitt er jafn rétt að menn eiga að raka sig sjálfur. Það er ekki til nema ein afsökun þess
að menn gangi til annarra að láta gera hár sitt og skegg, og hún sú að menn hafi geitur eða þjáist af skeggfúga, og þegar svo ber til ættu menn að leita læknis. Þessi maður sagðist leggja á það áherslu að þær skoðanir sem hann hefði flutt hér í kvöld ósiðferðilegt og óþjóðfélagslegt háttalag væri í fullu samræmi við kommúnista ávarpið sem þeir Marx og Engels hefðu látið út ganga árið 1848, svo og aðrar kenningar úr Lundúnaborg, og loks endurskoðunarstefnu Bebels. Ofan í þennan kom nú fram á sjónarsviðið annar, að sínu leyti ekki ólærðari, og lýsti gersamlega öndverðri skoðun á málinu. Þessi var rauðbirkinn og hálfsköllóttur, með óhyrðulegt yfirskegg og velktan flippa og aðeins í meðallagi tentur, með vænan ístrusnúð og tók í nefið. Það voru svínseyru á vestishornunum hans. Hann sagðist, eins og allir vita, hafa verið studiosus perpetuus í Kaupmannahöfn í 35 ár og aldrei áður heyrt þvílíkar skoðanir. Hann sagðist að vísu ekki ætla sér að deila við menn það út frá kommúnisma og öðrum Lundúna hugmyndum né endurskoðunarstefnu Bebels og ekki heldur út frá kristindómi, hvort skeggrakstur væri lækningar við skeggi eður ei. En hann vildi leyfa sér að halda fram að ef svo var, þá væru það óyfirnáttúrlega lækningar, einfaldlega fólgnar í því að bera framan í menn sápu til þess að hægara væri að ná að þeim skegginu, og væri slíkt ólíkt viðfeldnari læknisaðferð en leggja við andlit mönnum volga kúamíkju eður væru slæmir í höfðinu, sem löngum hefði verið iðkað hér á landi, þó að háttvirtur síðasti ræðumaður, bankastjóri, sósíalist og guðfræðingur hefði látið slíkt óátalið hingað til. Ég tel mikla nauðsyn á því á Íslandi að hafa opinberar stofur þar sem góð lykt og menn bjóða góðan daginn á vingjarnlegan hátt og gangi hvítum sloppum og ástunda að fara svo vel með beitta hnífa að þeir sker ekki aðra menn á háls oft á dag, sem óneitanlega mikil freisting hér í þessu bæjarfélagi. En svo ég víki að hinu, og hvort það sé illvirki að láta raka sig, þá náttúrulega mikið undir því komið hvaða merkingu maður leggur í siðferði. Já, og hvað maður gefur fyrir pundið í siðferðinu. Nú skal ég segja ykkur dæmisögu af því hve misjafnlega menn verðleggja siðferði eftir löndum. Eins og þið sjálfsagt vitið þá setti Götekarl hinn þýðverski einu sinni saman bókarkorn sem hann kallaði Faust. Það mann sem var helvítismatur af að sofa hjá kvenmanni. Auðvitað kemur sitthvað fleira fyrir í bókinni, en þetta rúsínan. Undir bókarlokin hættir Göte reyndar við að senda mannin til helvítis þó hann ætti það meðin skilið, en lætur hann bjargast fyrir náð Guðs og sækir áhuga síns
á framræslu mýra og býr út englahóp að sækja hann og lyfta honum á munvegu. En nú skal ég segja ykkur sögu sem fer í þveröfuga átt. Þegar ég var í Kaupinhafn, þá var þar á dögum einn ágætur maður sem hét Pedersen. Hann var rauðbirkinn og sköllóttur, með brendar tennur og brúkaði lítið af sápu, forðist en ekki með öllu ólíkur mér í sjón og reynd. Að því undan skildu að hann var heitbundinn 45 stúlkum. Af einhverjum undarlegum orsökum drógu Danir þennan ágæta mann fyrir lög og dóm og fóru að yfirheyra hann og unnustur hans. Unnustu kindurnar stóðu þarna grátandi hver aðra þvera í réttinum og þó þær væru að smá klórast annað veifið og hárreitt ykkur aðra lítilsháttar og væru jafnvel ekki lausar við að skirpa svolítið hvora á aðra, þá áttu allar sammerkt í því að biðja trúlofunarmanni sínum tjenaðar. Því hver og ein var sannfærð að hún væri sú Gretchen, eða skulum við segja Magga, sem hann hefði lagt við sanna ást. Hver sig hefði gefið honum hjarta sitt í sannleika. Hver í sínu lagi var reiðubúinn að láta hann hafa síðasta skilding sinn hvenær sem var, svo hann gæti farið út og keypt sér bjór. Allar höfðu þær hver fyrir sig uppgötvað eitthvað gott sem aldrei varð ofmetið í fari Pedersens og ágæti hans hélt áfram að standa einni og sérhverri fyrir hugskotssjónum ófölskvað alveg jafnt fyrir því þó sannaðist að hann hefði hrasað samtímis með 44. Það fyrirgáfu honum ekki aðeins fyrir Guði og mönnum, heldur lýsti hver af annari yfir því að hún væri reiðubúin að leggja allt í sölurnar fyrir hann. Margar báðu að fá að fara í fangelsi í hans stað, ef einhver ætti að fara í fangelsi á annað borð. Sumar sögðu, ef einhver sekur í þessu máli, þá það ekki hann, heldur ég. Og dómararnir voru lengi að velta vöngum yfir því, hvort væri meiri glæpur, að einn karlmaður væri 45 kvenmenn, eða 45 kvenmenn einn karlmann. Endurinn á þessu öllu saman var sá að Pedersen var dæmdur í 50 krónu sekt. Og með því Pedersen var blankur eins og ævinlega allir kvennamenn, þá urðu unnustöðnar að skjóta saman í sektina. Og telst mér til að þar hafa orðið að pingja út með 1 krónu og 11 aura hver. Sum sé, svona litu Danir á málið. Það sem þýskarinn Goethe vildi refsa manni fyrir, með ekki minna en helvíti, það kostaði hjá Dönum 1 krónu og 11 aura per stykk. Ætli það sé ekki eitthvað svipuðu máli að gegna rakarafrumvarpið. Góðverk eða illverk. Af þessari þrætubók rakarafrumvarpsins var hugur minn, Álfgríms, fullur, þegar ég kom aftur undir beran himinn frá hinni skeleggu rökræðu. Ég hafði skeið fundið til einhvers lítilleika fyrir hjarta eins og sekir menn. Mér fannst ég hefði unnið eitthvað móti betri vitund, eitthvað sem ekki var samboðið virðingu minni.
En hvers virði var betri vitund ef hún bannaði manni að vera öðrum heilsulíf og yndisauki? Og hver var virðing heimskulegs snoðins drengsdaula? Eins og Guð og mönnum stæði ekki hjartanlega á sama hvorum megin á rassi hann reið eða á klakki hann klúkti. Gat góðverk verið illverk? Meistarinn Santayama vann það til að brjóta hring holdtekjunnar til 8000 ára og hætta svo á að fæðast æ ofan í æ sem búpenningur, heldur en neita sér að gera góðverk á konu sem hefur líklega þótt vænt hann, svo maður gerir ráð fyrir engu verra. Hvað munar sálina 8000 ár? Liggur nokkuð á? Er ekki nógur tíminn að fara hringinn úr nirvana í nirvana? Eða er kannski margt fullkomnara á jörðu en falli úr búpenningur? Ef til vill var ég líka Guðinn Visnú, eins og bóndanum hafði dottið í hug undir eins þegar konan gerði bert fyrir honum hvað gerst hafði. Eitt var mér þó ljóst. Ég mundi aldrei framar finna blagi. Sú ein var í rauninni sorg mín. Ég hafði svikið hina óholdteknu konun á himnum, eilífðina í kvenmanns líki, eins og segir í niðurlagi þeirrar bókar sem rauðbirkni maðurinn dró hvað mest dára að á fundinum rakrafrumvarpið. Með handa upplegging minni hafði ég dregið þessa ímynd ofan af himni sínum og lagt hana í fjötra holdtekjunnar, búið henni stað í svartholi efnisins. Nú var ekki framar skugga að vænta á fortjaldinu, loftsýnin horfin.